Innheimtureglum borgarinnar lúta að þjónustu við börn, samanber 21. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. nóvember. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir tekur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hefði nú búist við því og ég hélt að það væri hefð fyrir því að fulltrúar meirihlutans kynntu þær tillögur sem hér eru til samþykktar. Það jú þannig að hér til samþykktar tillaga frá meirihlutanum sem hér til afgreiðslu vegna þess að ég greiddi atkvæði gegn henni og mér finnst svolítið skrítið að mér skuli gefið orðið hér í upphafi umræðunnar. Anyways, ég get svo sem tekið það á mig en ég ætla ekki að fara að tala fyrir henni, það alveg á hreinu. Ég ætla aðeins að rekja máli vegna þess að hér erum við með niðurstöðu annars starfshóps af 2 sem lagði fram tillögu, seinni tillögu af 2 í borgarráði eftir talsvert af umsögnum og rúmlega árs, sennilega 15 mánaða ferli inn í borgarkerfinu. Það hófst allt með því að eftir talsverða fjölmiðlaumfjöllun börn sem hafði verið vísað úr grunnþjónustu að þá lagði ég í fjölmiðlum þá lagði ég fram tillögu í borgarráði, frekar en borgarstjórn, í borgarráði, að farið yrði yfir innheimtureglur borgarinnar til þess að koma í veg fyrir að börnum yrði mismunað vegna fjárhagsstöðu foreldra þeirra. Þeirri tillögu var bara ágætlega tekið, hún send til umsagnar hjá borgarlögmanni og fjármálastjóra borgarinnar sem mæltu gegn því að tillagan yrði samþykkt eins og hún var. Engu að síður var tillagan samþykkt. Það var sem sagt samþykkt að endurskoða innheimtureglur borgarinnar til þess að koma í veg fyrir að börnum yrði mismunað vegna efnahags- eða forgangsröðunar foreldra þeirra. Það settur í gang starfshópur sem í sitja fulltrúar frá skóla- og frístundasviði og velferðarsviði og þann starfshóp hittum við nokkrar sem erum kjörnir fulltrúar nokkrum sinnum til þess að fara yfir stöðuna og niðurstöður lágu fyrir í mars á þessu ári. Þær niðurstöður voru aftur á móti ekki kynntar borgarráði, heldur bara umsagnir, annars vegar frá borgarlögmanni og hins vegar frá fjármálastjóra sem endurtóku neikvæða umsögn sína, endurtóku þá fyrirvara sem þau settu við þessa tillögu og lögðu frekar til að farið yrði yfir fjárhagsaðstoð og reglur vegna þeirra til þess að koma til móts við foreldra sem væru í vondri stöðu. Það leiðir svo til þess seint og síðir að það skipaður annar starfshópur sem fer aftur yfir reglurnar og leggur eitthvað allt annað til. Leggur til núna eftir dúk og disk að verkferlar séu endurskoðaðir en ekki innheimtureglurnar. Það þýðir að það komið til móts við fleiri foreldra. Það mögulega með einhverjum hætti komið í veg fyrir að einhverjir foreldrar lendi í vanskilum og þar með að börnunum verði sagt upp, en það ekki komið í veg fyrir að öllum börnum verði sagt upp þjónustu. Þetta varðar sem sagt leikskóla og frístundaheimili. Hvað skólamáltíðir varðar þá eru sömu reglur sem gilda skólamáltíðir en þeim hefur ekki verið framfylgt eins og reglunum leikskóla og frístundaheimili af einhverjum ástæðum. Það kemur ekki fram í umsögnum fjármálastjóra og borgarlögmanns og meirihlutinn hefur heldur ekki varið það hvers vegna ekki sama framkvæmdin þegar kemur að þessum 3 ólíku tegundum þjónustu sem öll telst þó til grunnþjónustu. Hér liggja sem sagt fyrir reglur sem tillaga breytta verkferla sem ég ætla ekki að fara neitt frekar yfir, meirihlutinn getur kynnt það ef hann kærir sig en lítur sem sagt að því að mögulega verði færri börnum vikið úr þjónustu heldur en áður var en áfram hættan samt fyrir hendi á því að einhver börn fái ekki frístundaheimilisþjónustu, leikskólaþjónustu eða skólamáltíðir. Þetta tel ég vera óásættanlegt og ekki bara ég heldur hefur umboðsmaður barna í tvígang mælt gegn því að reglum sé framfylgt með þessum hætti og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna þetta í andstöðu að mínu mati við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ég get ekki séð að þau rök sem fjármálastjóri nefnir í sinni umsögn það að ef ekki verði framfylgt með þessum hörðu viðurlögum innheimtu
borgarinnar að þá muni fólk mögulega velja að borga ekki og þar með lenda í enn verri fjárhagsstöðu en ella. Ég eins og ég hef sagt áður, ég hef farið yfir allt þetta mál hér áður í borgarstjórn, að ég algjörlega á því að það að taka barn úr leikskóla eða frístundaheimilum hljóti að hafa enn verri áhrif á fjárhagsstöðu foreldra heldur en það að gera fólki kleift að velja það að mögulega safna upp enn fleiri gíróseðlum, þó svo ég efist að mjög margir myndu gera það. Vegna þess að það ekki verið að leggja til að það verði hætt að innheimta, það bara verið að leggja til að börnunum verði ekki beitt í innheimtu aðgerðunum. Já, ég fer svolítið yfir þetta í belg og beði, af því að ég hef gert það áður og þá finnst mér svo sem engin sérstök ástæða til þess að fara yfir þetta eitthvað skipulega eða kynna þær tillögur sem hér liggja fyrir, það meirihlutans að gera það. Aðalmálið að ég held að meirihlutin hér sé að brjóta gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og jafnvel þó svo væri ekki að þá hann að taka hér siðferðilega ranga ákvörðun. Það að mínum mati rangt að ganga svo hart fram í innheimtu að það leiði til þess að einhver börn verði af leikskólamenntun eða frístundaheimilisþátttöku eða skólamáltíðum. Allt þetta þrennt slík grunnþjónusta að þá ekkert barn að fara á mis við það, sérstaklega ekki vegna forgangsröðunar eða fjárhags foreldra þeirra. Ég mun greiða atkvæði gegn þessu hér eins og fólki hefði átt að vera ljóst, en ég mun jafnframt vegna þess að ég held að þarna sé pottur brotinn og ég mun ekki hætta fyrr en að ég hef reynt allt sem að ég mögulega get. Ég mun byrja á því að óska eftir því að umboðsmaður borgarbúa og mannréttindaskrifstofan skoði hvort að þetta standist bara þau ákvæði og þær samþykktir og þær reglur sem að borgin með fyrir utan þetta og mun svo leita þá til umboðsmanns barna og mögulega einhverja fleiri þegar fram í sækir. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá mun borgarfulltrúi Dagur Eggertsson taka næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, málið sem hér til umfjöllunar og kemur til atkvæða varðar verklag sem felur í sér aukna þjónustu við foreldra í vanskilum. Alveg frá hruni og lengur höfum við haft áhyggjur af þeim fjölskyldum sem lenda í vanskilum við borgina og höfum fylgst nánar og reglulega með þeim málum heldur en áður og höfum aukið í raun fjármuni til þess að koma til móts við fjölskyldur sem í vanskilum vegna fjárhagsaðstæðna, þannig að fjárhagsástæður bitna ekki á börnum. Núna erum við að bæta í, eins og kemur ágætlega fram í gögnum málsins. Það ljóst að þetta mun leiða til aukinnar vinnu fyrir svið borgarinnar og þetta getur kostað eitthvað fé þegar að ræða fjölskyldur sem að hafa minna milli handana, en þarna reynt að fara bil beggja. Annars vegar ekki rofið í raun innheimtureglur borgarinnar hvað það varðar að á endanum þá varðar það að greiða ekki fyrir þjónustuna það að þjónustan sé ekki áfram veitt og það alveg rétt sem kom fram hjá borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að það búið að liggja mjög mikið yfir þessu í mörgum starfshópum og af þeim sem að gerst þekkja til þessara innheimtu. Ég finnst ómaklegt að halda því fram að þetta sé ekki verið að hafa hagsmuni þeirra sem hafa minnst á milli handana í huga, því að það einmitt verið að gera það. Það verið að bæta þjónustu við fjölskyldur í vanskilum, en leið að þá ekki verið að breyta yfir í verklag sem gæti orðið til þess að vanskil myndi hlaðast upp á stærri hópi fjölskyldna en áður og þess vegna teljum við sem studdum þetta í borgarráði, bæði úr meirihluta og minnihluta, að þetta sé betra verklag en áður, komi í ríkara mæli til móts við fjölskyldur í vanskilum. Við gerum okkur alveg ljóst að borgarfulltrúinn
vilji ganga lengra í því efni en við teljum það mjög erfitt án þess að fórna jafnræði eða öðrum prinsipum sem verður auðvitað að sjálfsögðu líka viðhafa í opinberu kerfi eins og borgarkerfið er. Því legg ég til að afgreiðsla borgarráð verði staðfest. Vísa að öðru leyti til ítarlegra umræðna sem fór fram á síðasta fundi borgarstjórnar þetta mál. Það var borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég myndi vilja vita í hverju jafnræðið felst sem að borgarfulltrúum vísar til. Hvaða jafnræði er það sem að honum þykir svo mikilvægt að framfylgja? Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, í öllum ákvörðunum okkar að þá fylgjum við jafnræðisreglu sem bæði varin í stjórnarskrá og í stjórnsýslulögum. Jafnræðisreglan sú að fólk í sömu aðstæðum skulu fá sömu afgreiðslu, sömu þjónustu, sömu svör, sömu niðurstöðu mála. Sömu ákvarðanir varði sömu aðstæður. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, og að hvaða leyti, mér langar að halda áfram með þessu spurningu mína, að hvaða leyti þá verið að brjóta jafnræði? Hvað er það sem að leiði til þess að fólk fái einhver misvísandi svör eða mismunandi meðferð ef að innheimtureglurnar þær fyrri, sem sé tillaga fyrri starfshópsins, gengi í gildi? Það myndi þýða það að þjónustu yrði sagt upp nema fyrir þessar 3 tegundir þjónustu. Að öðru leyti væru innheimtureglurnar óbreyttar, allir fengju sömu meðhöndlun. Það eina sem myndi breytast væri að börnum væri ekki beitt í innheimtu aðgerðum borgarinnar. Hvernig getur það stangast á við jafnræðisreglu? Ég myndi vilja fá betri útskýringar á því. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ef að 2 fjölskyldur þurfa ekki að lúta sömu reglum greiðslu fyrir þjónustu hjá borginni en aðstæður þeirra að öðru leyti algjörlega sambærilegar, en önnur til dæmis þeirra skoðunar og vilja ekki borga fyrir leikskólavist eða eitthvað slíkt, og við föllumst á það að þá skoðun með því að það varði ekki slit á þjónustunni, þá komið upp ójafnræði. Það dæmi sem hægt að nefna þar sem að borgarfulltrúin að vísa til. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Þá veitir borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, þessari ósammála. Það er sömu reglur sem að gilda þessar 2 fjölskyldur. Önnur fjölskyldan borgar ekki af einhverjum ástæðum, annaðhvort vegna þess að hún vill það ekki eða vegna þess að hún getur það ekki, í flestum tilfellum og eiginlega öllum vegna þess að hún getur það ekki. Reglurnar eru áfram þær sömu, áfram verður innheimt, það er allt algjörlega skýrt í því hvernig innheimtuferli virkar. Það eina sem að breytist að börnunum ekki beitt í innheimtuaðgerðunum. Tillögur fyrri starfshópsins lutu að því að það yrði ekki fallið frá neinum kröfum, áfram yrðu þær innheimtar, áfram yrði farið í öll þau ferli sem að til eru, bara rétt eins og ef þú greiðir ekki bílastæðarskuldirnar þínar eða þú greiðir ekki einhverja aðra þjónustu sem ekki er tilkomin vegna barna eða er fyrir börn hjá borginni, að þá er áfram innheimt, en við beitum ekki börnunum fyrir okkur í innheimtuaðgerðunum. Það eru nákvæmlega sömu reglurnar sem að gilda fyrir þessar 2 fjölskyldur og þess vegna hefur jafnræðisreglan ekkert með þetta mál að gera. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd. Þá er borgarstjórinn vastur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég ætla er komin hér til að lesa bókun Bestaflokks og Samfylkingar og geri það með leyfi forseta. Með nýju verklagi við innheimtu þjónustugjalda verður tryggt að foreldrar í skuldavanda fái vandaða málsmeðferð, að fjárhagslegar og félagslegar aðstæður fólks verði kannaðar og samningar gerðir í samræmi við greiðslugetu foreldra. Ávallt verður þess gætt að kanna hvort barnaverndarsjónarmið eigi við í hverju tilviki fyrir sig. Nú þegar greiðir Barnavernd Reykjavíkur fyrir leikskóla og frístundastarf fyrir hóp barna í borginni og einnig fær hópur foreldra greiðslur vegna barna sinna á grundvelli reglna fjárhagsaðstoð. Frá efnahagshruni hafa innheimtuferlar borgarinnar verið mildaðir, frestir lengdir og starfsfólk borgarinnar í innheimtu sýnir almennt mikinn sveigjanleika til að koma til móts við foreldra í erfiðri stöðu og leysa mál þannig að ekki bitni á börnum. Með þessu nýja verklagi og aukinni persónulegri aðstoð við foreldra er tryggt að enn betur verði hægt að greiða úr þessum viðkvæmu tilfellum og sjaldnar þurfi að koma til þeirrar undantekningar að barn missi pláss sitt í leikskóla eða á frístundaheimili. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Já, og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og fulltrúi Vinstri grænna áskil sér rétt til bókunar undir þessum lið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér mjög mikilvægt mál að ræða sem er ágætt að ræða hér á vettvangi borgarstjórnar og eins í nefndum og ráðum borgarinnar eins og hefur verið gert. Það er ástæða til að þakka borgarfulltrúa Vinstri grænnarinnar fyrir að taka þessi mál upp og ræða þeim svo oft eins og raun ber vitni. Því að sjálfsögðu þá viljum við að börn njóti þeirra þjónustu sem hér er rætt en hitt ber líka að líta að það skiptir borgina miklu máli að innheimta fyrir þessa þjónustu annað borð þá þjónustu sem það er rukkað fyrir að hún sé með ákveðnum hætti og borgarsjóður fái, ef við getum svo tekið til orða, hann fái það sem honum ber í fyrir þessa þjónustu. Hins vegar það sem ég segi, þarna er vandrættaður meðalvegur. Við viljum annars vegar tryggja borgarsjóði tekjur til þess að standa straum af þjónustunni, en hins vegar viljum við líka tryggja að þau börn sem þarna er rætt þau njóti þjónustunar. Nú, þetta málefni er ekki nýtt af nálinni. Við höfum margoft rætt þetta hér í borgarstjórn áður og þetta var ekki síst rætt hér í tengslum við bankahrunið og efnahagserfiðleika hér á síðasta kjörtímabili. Það var ekki síst rætt mataráskrift í skólum og það var fundið, þar fannst mér að ákveðnu leyti fín leið. Það var mörkuð sú stefna að engu barni yrði neitað mat í skólum borgarinnar og það sé til þess að börnum var ekki vísað á röðunum, svo má segja, en hins vegar var áfram reynt að innheimta fyrir matnum hjá foreldrunum. Nú, svo vitum við að það er ekki hægt að rukka alla. Það eru sumir sem borga ekki slíka reikninga af einhverjum ástæðum og þá að sjálfsögðu eins og í tilfelli mataráskriftanna þá var séð til þess með ákveðnum miðlægum hætti að sú þjónusta stóð börnum áfram til boða. Nú, ég tel að og síðan þegar að ræða leikskóla og frístundastarf þá þetta mikilvægt að börn tekjulágra foreldra eða foreldra sem geta með einhverjum hætti ekki staðið skil á greiðslum, að það séu fundnar leiðir fyrir slík börn að njóta þessar þjónustu áfram og þetta málefni margflókið, en mér sýnist að það hafi verið leitað leiða með mjög jákvæðu hugafari í kerfinu til þess að samræma þessa hagsmuni, annars vegar hagsmuni borgarinnar, borgarsjóðs og hins vegar hagsmuni barnanna. Það er alveg rétt sem Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi bendir á að eitt tilvik þar sem er gengið og langt, eitt tilvik sem leiðir til þess
að barn missir af þessari þjónustu. Það er einu tilviki of mikið. En það er líka alveg rétt sem embættismenn borgarinnar hafa bent á að of miklar tilslakanir í innheimtu fyrir slíka þjónustu geta leitt til þess að borgin fara að missa tekjur að verulegu leyti fyrir þessa þjónustu sem innheimtar eru fyrir þessa þjónustu, jafnvel langt undan tilefni. Þannig að mér sýnist að með þessum reglum sem hér liggja fyrir, þar hafi verið reynt að feta þennan meðalveg að eins miklu leyti og hægt er, og eftir að farið þessar tillögur þá sýnist okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að þær séu vel viðunandi. En ég vil samt taka fram að það er mjög mikilvægt að við missum ekki sjónar á ýmsu því sem Sólveig Tómasdóttir hefur haldið á lofti í þessu máli, og ég treysti því að þegar að við innleiðingu þessari regla og með því hvernig þeim verður framfylgt, þá verði áfram eins og ég tel að við gerum hér í borgarstjórn og embættismenn borgarinnar líka, að við reynum að hafa hagsmuni barnanna að þessu leyti fyrst og fremst að leiðarljósi og tryggja það að sem flest þeirra og öll geti óháð efnahag notið þessari þjónustu. Hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Óskar borgarfulltrúi Vinstri grænna eftir að koma upp og lesa bókun sína undir þessum lið. Þá er ekki fleiri sem eru á mælendaskrá. Við berum 21. lið fundargerðir borgarráðs frá því 21. nóvember sem er endurskoðun innheimtureglum borgarinnar er lúta að þjónustu við borð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vantar hér einn borgarfulltrúi að gera svo vel. Já, ég tók reyndar ekki eftir því. Við berum þá liðinu upp þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hann vilja gefa merki. Einhver á móti? Hann telst í samþykktur með 14 greiddum atkvæðum gegn 1. Og nú mun fulltrúi Vinstri grænna borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lesa bókun sína undir þessum dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég mun bóka með svohljóðandi hætti með leyfi forseta: nýtt verklag í innheimtu vegna þjónustu við börn mun ekki koma í veg fyrir að börn verði af þeirri grunnþjónustu sem leikskólar, frístundaheimili og skólamötuneyti veita. Þrátt fyrir breytt verklag er enn gert ráð fyrir að hægt verði að segja þjónustunni upp og þar með bitni efnahagur og eða forgangsröðun foreldra á börnum. Þetta fyrirkomulag er í algerri andstöðu við almenn sanngirnissjónarmið og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið lögfestur á Íslandi. Borgarfulltrúi Vinstri grænna mun ekki gefast upp þó meirihluti borgarstjórnar ætla að halda þessu til streitu, heldur óska eftir því að umboðsmaður borgarbúa og mannréttindastjóri borgarinnar taki málið til skoðunar. Þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Við förum í